Hjalti Þór Vilhjálmsson, Hjalti, þetta var háspenna að lýsa þetta í lokin, en það leit svo sem ekkert út fyrir það tíma þegar við vorum 19 stigum undir. Nei, við vorum svolítið á hælunum og það vantaði þessa geðviki sem við höfum sýnt hérna á heimavelli, svona langt framan af. Svo svona smullum við aðeins í gangi í fjórða og fórum að gera þetta eins betur og gera þetta saman og létu aðeins hafa fyrir því sérstaklega hérna sóknarlega. Þeir voru alltaf galopnir í fyrri hálfleik og í þriðja hálfleik. En síðan svona fórum við aðeins að dekka á betur og þá gekk þetta auðvitað mikið betur. Þeir náttúrulega framan af leik allavega virtust þeir bara ef þeir voru fyrir utan þriggja og mistu boltann þá fór hann niður. Já, þeir náttúrulega voru í galopinskóla líka. Við bara leiðum að skjóta sig í gang. Það var náttúrulega bara ástæðan og þeir náttúrulega, ef þú ert bara á æfingaskotum þá náttúrulega setur allt onni. En svo kom strákan tilbaka og það var feikilega góður kafli sem kom þegar á 19 stiga munur koma 3 þristar eða eitthvað röð og mikka munin. Það kveikti í mönnum. Já, algjörlega og ég meina, þú veist, við ég veit ekki, við vorum, eins og ég sagði, við vorum á hælunum og síðan svona kveiknaði, við settum 3 þrista og það svona kveikti aðeins í okkur og fórum aðeins að dekka á betur varnarlega og það breytti leiknum. Við vorum að tala hérna fyrir leik að það ekki oft sem að það gerist og menn bara muna varla eftir að í efstu deildi körfubolta tvö sem mætast alíslenskt. Já, ég meina gaman að því, ég meina þeir voru bara að henda sinn heim og svo sem Markus meittur eins og væntanlega allir vita, en já, bara gaman að því og gaman að það sé bara íslensku leikur svona einu sinni. Nýi Þórsarinn, Hilmar Smári, hann kemur feikilega sterkur inn, bara skorar og með læti. Já, flottur leikmaður og ungur og efnilegur eins og flestir í okkar liði og hann passa bara virkilega vel inn í þetta. En svo líka að við höldum áfram að berja okkur á þess að taka neitt af Grindvíkingum, þá þetta líka mjög sérstakt að við skulum tefla fram 5 drengjum í drengjaflokki í svona leik. Já, ég veit það og eins og ég sagt áður, ég meina drengjaflokkurinn náttúrulega hörku efnilegur og flotti strákar þar og það svona kannski framtíðin okkar í þeim strákum og bara flott fyrir það að fá mínútur og allt það en náttúrulega það ungt að vera 16-17 ára og spila þetta marga mínútur en það bara flott, lefum að fá mínútur. En það vantar ekki kjarkin í þessa stráka að sér það þegar það mínútur sem að þeir fá, þeir nýta það vel. Já, algjörlega. Og ég meina, þú veist, þeir bara láta allt flakka og varnarlega eru þeir að berja mönnum og láta á vel fyrir því. Þú hlýtur að líka þessa dagana núna yfir myndböndum og skoða erlenda leikmenn. Já, það ekki senasta vika var ekki skemmtileg, það nú bara svoleiðis, eða þessi vika. Ég veit ekki hvað, ég búinn að horfa á mörg highlight og leiki og tala við hinn og þennan og þetta ekki gaman. Þetta staða sem að ekkert sérlega eftirsótt að vera í svona miðju tímum. Nei, það alltaf gaman að horfa á körfubolta. En þeir eru að horfa á, þú veist, einhver ákveðna leikmenn aftur og hinn og þennan leikmann og svo ertu komin inn í einhvern miðjan leik að þá bara sér að hann getur ekki neitt og þá ertu að byrja næsta og þú veist, þetta ekki skemmtileg vinna. Bara svona undir 4 augu, ertu þannig að hitna? Það að segja í leitinni? Já, þetta svona, ég búinn að minnka þetta niður í einhverja 3. Þannig að hringurinn þrengist? Já, þetta alltaf að koma. Verður búinn að velja fyrir jól? Já, mér langar að klára þetta fyrir helgi. Hjalti, ég segi bara takk fyrir leikinn í kvöld, takk fyrir það sem búið á mótinu og eða gleðileg jól. Takk sömuleiðis, gleðileg jól. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.